Jæja, gott fólk. Vinur minn Kimmi. Þarna hann Kimmi, vinur okkar. Þetta eru hinir ógurlegu Norður-Kóreumenn sem að búið að kenna þér að séu vont fólk. Og það alltaf verið að kenna okkur að einhverju séu vont fólk. Og þannig að það þessi árans sæjónismi sem við búum í. Og sæjónistarnir vilja að þú búir í lígveldisblekkingu. Og og það nú ástæðan fyrir að ég í þessari útsendingu núna, þessari forseta útsendingu. Þar sem að 2 úlfar að kjósa, 2 úlfar og 1 lamb að kjósa hvað í matinn í kvöld. Og það nokkuð ljóst að á þessari stundu, daginn fyrir undirskrifta lok á meðmæla listum, að ég mun ekki ná lágmarkinu. Og það var svo sem kemur væntanlega engum á óvart. Ég átti svo sem ekkert endilega að vona að ég ná því. Þetta bara svo að vinna í Happdrætti Háskólann, sko. Maður veit aldrei hvaða númer búið að velja út. En ég bauð mig fram síðast líka, þá gegn sitjandi forseta. Og hluta til fyrir mig, ástæðan fyrir að ég að bjóða mig fram, að þá fer ég gegnum ferilinn. Annars ég bara gagnrýni eitthvað úr fjarlægð. Og það líka gaman að bjóða sig fram. Þá skerpist fólk gagnvart manni. Þeir sem eru vinir manns verða almennilegri og vingjarnlegri og svo svona millikafli fólk sem svona, maður veit ekki alveg hvað það hefur, það margir hoppa bara í því reiði og alls konar furðuleg fyrirbæri, ég veit ekki alveg hvað gerist með það fólk og svo eru bara þeir sem eru algjörlega á móti mér, persónulega, bara vil ekki sjá mig nálægt neinu, helst engu. Og það alltaf leið, það bara litrófið á veröldinni og ég ekkert viðkvæmur fyrir því. En þetta eru kosningar elítunar, þetta ekki kosningar litla fólksins og þeir 4 efstu sem eru núna í boði eru sannarlega World Economic Forum fólk og þú munt fá sem sagt það sem að þú vilt. Þú munt fá World Economic Forum til valda og varaskeifan þá frímúrarinn. Sjáu þið bara til dæmis umfjöllun Vísirs frá 23. janúar og sjáu þið persónur og leikendur að þeir að tala að það sé svo auðvelt að safna þessum áskriftum sko
og ég er nú ekki alveg sammála því reyndar en Vísir fjallaði aðeins í upphafi, þeir byrjuðu reyndar þið sjáið að það er lítið minnst á mig og það er ljóst að blaðamellufélagið hefur markvisst reynt að hunsa mig og hafa í sjálfum sér ekkert farið neitt sérstaklega leynt með það, þannig séð og síðan þegar þeir tilkynntum á Vísi sko, þá var það með einhverjum öðrum, þetta var svona til þess að draga úr kynningunni minni og síðan sjáum við að það er eiginlega bara ekkert minnst á mig hérna. Þannig að blaðamellufélagið það ákvað í upphafi bara að ég væri ekki alvöru frambjóðandi. Ég væri eitthvað svona plat frambjóðandi og þess vegna völdu þeir að gefa öðrum miklu meiri athygli og svo eru þeir að hýja á mann eða svona segja menn ná ekki að safna undirskriftum en er ekkert með það að sko þeir sjá ekkert að samhengi á milli þess hvað þeir eru að fjalla og hverjir ná að safna undirskriftum. Þeir munu nú að ég var svo er náttúrulega allar þessar kannanir, ég ætla kannski að fjalla hans betur þar eftir. Sjáum við að það tekur nú eiginlega orðið engin mark á könnunum og var gerð könnun hjá útvarpi Sögu sem 8. apríl og það sjá að ég var ekki með einu sinni í listanum. Það hefur alltaf þetta hunsa, það var þessi það var þessi sem var gerð 18. mars. Þá var ekki einu sinni látið eins og ég var ekki einu sinni í listanum. Og svo voru alls konar aðrir sem voru ekkert einu sinni í framboði sko og höfðu ekkert tilkynnt sig til framboðs. Og það var náttúrulega svolítið vonbrigði að Útvarp Saga tæki þátt í þessu blaðamellu sirkus sko. Nú svo þegar ég var mældur þá var ég með 1,8%. Ég held nefnilega ef ég var mældur þá er ég með alveg svona ágætt fylgi. Og og svo sjáum við sko, þið sjáum eiginlega beint samhengi á milli þess hvað blaðamellunar að tala og þið vita að þær eru flest allar á launum hjá valdstjórninni. Kom ein frétt það sem ég var að vísa kvörtun frá og þessi frétt kom einmitt á RÚV en svo hvarf hún úr forseta hlutanum. Þannig að sko ef að þið trúið því að þið búið í lýðveldi þar sem að vald er sprottið frá einstaklingnum og enginn af þessum fuglum hefur verið að gagnrýna eitt eða neitt sko. Þeir eru bara vilja vera með sko. Og ég er eiginlega sá eini sem hefur verið mjög gagnrýninn á valdstjórnina. Ég hef lýst því yfir að ef ég verð forseti þá mun ég byrja því að reka ríkisstjórnina. Og og það eru náttúrulega þeir sem að ég talaði að reka, þeir fjármagna með ykkar peningum allt þetta rugl og alla þessa vitleysu sko. Þannig ég veit ekki hvernig já, það er svo frábær pásutakki. En þið sjáu að fólki sem að blaðamellunar vilja að sko þetta er ekki eðlilegt að valdstjórnin sem að hún fjármagnar
allt partíð sko. Já, ég er á sama stað og Sigríður og ég mun ekki ná undirskriftunum nema að gerist eitthvað kraftaverk sko. Það er nú ekki mikla líkur á því svo sem. Og þannig að þetta og svo náttúrulega skoðið RÚVið, þá hefur ekkert verið fjallað mig þar ever sko. Og þarna spurningin hvort kemur undan hænan eða ekki sko. Að þeir segja sko, já, þú átt sem þetta ná undirskriftum og komast inn í alla kannanir en ekki að fá neina kynningu. Þannig að þetta svona samkvæmisleikur sem er einkenni á lýgveldum. Og ég var nú þarna hringt inn á Útvarpið Sögu þegar að Arnar Þór var að svara einhverjum símtölum og ég minntist á það við hann að sko að lýðveldi væri það sísta sem maður vildi og ég sagði honum að Bandaríkin væri ekki lýðveldi. Hann svaraði, jú, Ameríka víst lýðveldi sem Kreta því að Ameríka er republic. Og það óbúslega vont mál þegar við erum komin í þá stöðu að meira segja lögfræði mennta fólk þekkir ekki helstu einkenni munin á republic eða lýðveldi. Og þegar lýðveldi það sísta sem þú vilt. Það versta stjórnarfari sem þú getur hugsað. Það akkúrat þetta að það eru tveir úlfar að kjósa hver í matinn. Og Sókrates sem að bjó í vöggu lýðveldisins eða lýðveldisins í Grikklandi, hann var dæmdur til dauða fyrir að spilla hugum ungmenna. Ég vona ég sé nú ekki að spilla hugum, en það þegar að fólk svona heila í svona ástand eins og við erum í masspsychosis eða í svona, sko, það svo mikill heilaþóttur og fólk þorir ekki að hugsa út fyrir bóksið og þá eru náttúrulega þeir sem að benda fólki á að hver raunveruleikinn að það var kallað þessum tíma að spilla huga ungmenna og fyrir það var hann dæmdur til dauða og hann drakk eitur og sagði styðja ákvörðunina. En Sókrates var náttúrulega bara skáldsagnapersóna, hann var aldrei raunverulegur. Að mínu mati. Þannig að það falleg saga. En ég vil þakka þeim sem að studdu mig og það var nú með þessum meðmælum, mjög þakkláttur fyrir það og ég vil þakka hugurökkum svona blaðamönnum og þáttastjórnendum sem að þorðu að bjóða mér í viðtöl og spjöll í alls konar spjalleri og útsendingarna mína á broadcast hafa verið opnar í tengslum við framboð mitt, þakka fyrir það. Það var eiginlega annars þegar ég þurfti að fara með yfir á Frelsi TV en það var samkomlega það að hafa það bara hér. Og ég náttúrulega þetta líka að fara í forseta frambúð, ég held að allir ættu að gera þetta verður bara 200.000 frambjóðendur næst að þetta, já, maður sér svona meira hvar maður hefur fólk, maður sér hverjir eru svona styðja mann eða standa við baki á manni og það eru hópur sem að mér þykir mjög vænt sem mjög traustur á baki mér, stendur með mér í því öllu sem ég tek mig fyrir hendur og það náttúrulega hópur sem mér þykir mjög vænt en einhvern tíma var sagt í hruninu að við værum ekki viljum við vera Kúba norðursins. Ég nefnilega veit það ekki. Kúba reyndar, það virðist vera bara ef þú ert ekki alþjóðagjaldeyrissjóðs mella þá ertu bara einhvern veginn
eitthvað málbúi sko. Það náttúrulega óþolandi að vera þannig sko. Og það má kannski segja að ætlum við er ég að tala fyrir því að við séum Norður-Kórea norðursins eða sko Norður-Kórea eins og við sáum þarna þeir kunna nú að spila á hljóðfæri og tóku þarna vestrænt lag og ég hefði nú áhugaði að kynnast Norður-Kóreu betur frá fyrstu hendi. Því að allt sem við heyrum hér á Vesturlöndum þótt að maður sé að reyna að ná því í gegnum svona samfélagsmiðlana eða YouTube og eitthvað slíkt sko. Það svo litað. Og sko ég held að við búum í miklu verri aðstöðu heldur en fólk í Norður-Kóreu eða Kúbu. Og það á eftir að versna mjög hratt. Það náttúrulega ef að valdstjórnin nær þessu framgengt sem hún að gera núna, valdstjórnin að ljúka sínu valdaráni með aðstoð og stuðningi globalistana í World Economic Forum og World Health Organization og hvað þetta heitir allt saman. Og ég hef verið 100% gegn því og ég hef ekki viljað selja sálu mína. Sko, þú ert ekkert að vinna fyrir svona samtöknum að vera búin að selja sálu þína. Og ég rekna með því, ég náttúrulega veit ekki allt undir sólinni sko, en ég efast að komi stuðningur og svo annað sem leyniþjónustu stuðningurinn sko. Ég hef talað oft hann. Og hluti af partíun hjá mér að fara í framboð að láta reyna á kæruleiðir og fleira slíkt. Ég fjallaði í öðrum þáttum hérna, vísa bara í það. Að það allt saman í klessu sko. Og núna ég vitni að því hvernig lýðveldið hefur verið rænt af valdstjórninni. Og þetta heitir í svona málaferlum standing eða sem þetta hafa stöðu. Ef með því að fara í frambúð þá hef ég stöðu ég búin að pröfa ég með standing sko. Ég get kært 2020 kæri ég til Hæstaréttar að með því að vera í frambúði þá færðu ákveðna stöðu sko. En núna allar valdstjórnin að loka endalega fyrir það og þá áttið ykkur á því að það ekkert lýðveldi lengur. Það eru 2 úlfar. 2 úlfar og 1 lamb að spá í hvað í matinn í kvöld. En takk fyrir mig og verið sæl.